Kæra safnaðarfólk, vinir og hlustendur nær og fjær. Guð gefi ykkur öllum góðan og blessaðan dag og gleðilega hátíð. Já, það er hátíð í dag, hátíð sem að snertir þjóðina alla. Við minnumst þess að síðasta sunnudag janúarmánaðar árið 1926 þá var í fyrsta skipti útvarpað á Íslandi. Þetta var tilrauna útsending á vegum útvarpsfélags sem Otto B. Arnar hafði stofnað og starfaði í gamla loftskeitahúsinu á Melunum í Reykjavík. Þetta var útvarpsmessa send héðan frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, sjómannamessa sem að sérstaklega var helguð minningu þeirra mörgu sem að fórust í halaveðrinu mikla ári áður, en þar fórst Field Marshal Robertson, gerður út héðan frá Hafnarfirði, og Leifur Heppni frá Reykjavík. Sjóslys eins og þetta hafði mikil áhrif á lítið bæjarfélag eins og Hafnarfjörð og minningarathafnir hafði verið haldnar í báðum kirkjum bæjarins, þjóðkirkjunni og fríkirkjunni, þegar togararnir hafði verið taldir af í byrjun febrúar 1925. Messan í fríkirkjunni í Hafnarfirði sem var útvarpað var því bæði sjómannamessa og minningarmessa látna sjómenn. Ekki er vita hvers vegna Otto B. Arnar valdi fríkirkjuna í Hafnarfirði til að útvarpa frá. Kannski var ástæðan sú að séra Ólafur Ólafsson var raddsterkur maður sem var ekki verra í svona útsendingu, en hann var líka þjóðþekktur prestur og stjórnmálamaður sem borin var mikil virðing fyrir. Þá er líklegt að það hafi haft sín áhrif að símstöðin í Hafnarfirði var hér í næsta nágrenni við fríkirkjuna og stutt að leggja leiðsluna þangað og símsenda svo til loftskeittastöðvarinnar á Melunum í Reykjavík, þaðan sem útsendingin fór í loftið. Í öldinni okkar segir útsendinguna: er símþráður lagður í kirkjuna og áhald sett þar, er tekur við ræðunni og söngnum og ber til útvarpsstöðvarinnar á Melunum. Þá segir líka í öldinni okkar: ræða séra Ólafs Ólafssonar frá fríkirkjunni í Hafnarfirði, svo hann talaði í útvarp á sunnudaginn, mun hafa heyrst víða og langt. Til dæmis heyrðust hún vel á Gulltoppi vestur á Hala. Apríl heyrðu og greinilega til ræðumanns, en skipið var 200 sjómílur suðaustur af Vestmannaeyjum. Sigurður Harðarson, rafeindavirki frá félaginu Hollvinir sögu útvarps á Íslandi, átti frumkvæði að því að minnast þessa viðburðar með þessari messu frá fríkirkjunni í Hafnarfirði í dag, og hann óskaði eftir því að hún yrði í beinni útsendingu eins og var fyrir 100 árum síðan. Og Ríkisútvarpið okkar, sem að stofnað var 1930, brást vel við og féllst á að útvarpa beint. Auk Sigurðar hefur Birgir Arnar, sonur Ottos B. Arnar, sömuleiðis sýnt þessu mikinn áhuga og veitt gagnlegar upplýsingar. Ég vil þakka þeim báðum fyrir þeirra hlut. Þá fagna ég nærveru annara áhugamannum útvarp, en sérstaklega verður haldið upp á 100 ára afmæli þessa sjálfstæða útvarpsfélags með sýningu í gömlu loftskeitastöðinni í mars. Ég fagna líka fulltrúum sjómannafélags Hafnarfjarðar, en fáni félagsins hefur að sjálfsögðu verið settur upp hér í kirkjunni í dag í tilefni afmælis fyrstu útvarps sjómannamessunar. Það er áhugavert að hugsa til þess hvílík bylting það var fyrir landsmenn alla og kannski sérstaklega sjómenn á hafi úti að fá að hlusta á útvarp langt að heiman. Otto valdi að senda sjómönnum messu, huggun og hvatningu, kraftmikla predikun, fyrirbæn og blessun sem var vel þegin. Vísindum og trú er stundum stillt upp sem andstæðum. Svo var ekki í huga Ottos B. Arnar. Hann var trúaður, tækni og framfaramaður og í hans huga fór þetta vel saman, vísindi, tækni og trú. Ríkisútvarpið var svo stofnað 1930
og hefur haldið merki oft á svo lofti hvað þetta varðar. Morgunbæn sér hver dag og guðsþjónusta alla sunnudaga klukkan 11. Takk fyrir það. Og enn og aftur til hamingju með daginn. Við leggjum stundina í Drottins hendur. Við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Áður en lengra er haldið kveikjum við á friðar og kærleikskertinu okkar. Okkur finnst gott að loka augunum og beina hugsunum okkar og hlýjum bænum til allra þeirra sem við elskum og hugsum til. Við hvetjum ykkur sem hlustið að heiman að taka þátt með því að tendra lítið ljós hjá ykkur og leyfa huganum að reika til þeirra sem þið finnið í hjarta ykkar að áþurfað halda meðan við hlustum á fallegt lag Ernu Blöndal og texta Arnar Arnarssonar. Við biðjum saman fyrir friði. Miskunnsami Guð, þú sem veitir styrk og hugrekki í hjarta.
Hjálpa okkur að finna fyrir kærleika þínum og hjálpa okkur að finna mildina innra með okkur svo við getum sýnt hvert öðru miskunn og kærleika. Guð, ger mig að verkfæri friðar þíns. Gef að kærleikur rými burt hatri, að ranglæti víki fyrir fyrirgefningu, myrkrið fyrir ljósi, að örvænting snúist í von og sorgin í gleði. Hjálpa mér, Guð, að fyrirgefa ósangirni, stuðla að sátt í ósætti, tendra ljós í skugga, veita huggun í sorg. Við biðjum frið milli nágranna, frið milli ættingja, frið milli ástvina í kærleika og þakklæti. Við biðjum frið í samfélaginu, frið milli þjóða. Friður Guðs er ofar öllum skilningi. Amen. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Ritningarlestur sjómannamessunnar er úr Davíðssálmi 107. Þakkið Drottni því að hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurleistu Drottin segja, þeir hann hefur leist úr nauðum. Sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Þeir skulu þakka Drottni miskunn hans og dásemdarverk hans við mannanna börn. Færa honum þakkar fórnir og segja frá verkum hans með fögnuði. Þeir sem fóru hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum, sáu verk Drottins og dásemdarverk hans á djúpinu. Því að hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið
og þeim félst hugur í háskan. Þeir skjögruðu og reikuðu eins og drukkin maður og kunnátta þeirra kom að engu haldi. Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Þeir skulu þakka Drottni miskunn hans og dásemdarverk hans við mannanna börn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Ég les úr Mattheusar guðspjalli og við rísum úr sætum. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til vekjan og segja: Drottinn, bjarg okkur, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þið hræddir, þið trúlitlir? Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen.
Fyrsta útsending útvarps á Íslandi var útvarpsmessa. Útvarpsmessa frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði þann 31. janúar 1926 fyrir 100 árum síðan. Útsendingin átti ekki bara eftir að marka djúpspor í menningar- og fjölmiðlasögu Íslands, heldur gjörbreyta veröldinni. Þetta stórmerkilegt. Hafið þið velt því fyrir ykkur hversu miklu ein manneskja getur breytt í heiminum? Hversu miklu ein manneskja getur áorkað? Jafnvel bara með því að gera eitthvað sem virðist ósköp lítilvægt við fyrstu sýn eða hugsanlega ekkert sérstaklega útpælt með einhverja ákveðna niðurstöðu í huga. Bara hugmynd og ástríða, sigla og áfram gakk. Atburðurinn sem við minnumst hér í dag þegar fyrsta útvarpssendingin var gerð frá Íslandi gott dæmi þetta. Þar fékk ungur framtakssamur maður, Otto B. Arnar, ástríðu fyrir útvarpssendingum akkúrat þegar þær voru að hefjast í heiminum og tekur sig til og stofnar útvarpsstöð á fámennri eyju norður í Atlantshafi. Af öllum stöðum. Hugsið ykkur afrekið. Og þetta gerði hann samferða stórþjóðum Evrópu. Þetta hefur alveg örugglega ekki verið auðvelt og það vel hægt að ímynda sér hindranirnar sem hann hefur rekist á í leiðinni. Það ekki víst að allir hafi haft skilning eða trú á verkefninu. Og ekki nóg með að þarna hafi þessi stórmerkilegi atburður átt sér stað, þá var ákveðið að prófa þessa nýju tækni með því að sýna samhug, nýta tæknina til góðs og útvarpa sjómannamessu héðan úr Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Mikil sjóslys höfðu átt sér stað árið áður í því sem hefur verið kallað halaveðrið. Margir menn höfðu farist í því ofsaviðri á hafi úti og þar af leiðandi margar fjölskyldur mist ástvini. Það hafði verið dimmt yfir. Ég þori að fullyrða að flest okkar sem hér stödd þurfum ekki að leita langt aftur í sögu fjölskyldunar til að finna örlaga sögur tengdar sjónum. Menningararfur okkar Íslendinga ber þess svo sannarlega merki hversu mikið hafið hefur snert okkur og þau ótal mörg ljóðin og lögin og listaverkin þar sem hafið hefur verið innblásturinn. Þau mögnuð orðin í ljóði Helga Sveinssonar frá Hraundal, Hafið æðir, en þar segir: Á útnesjum, útsærin grimmur, öskrar með dimman róm. Þó slíta menn marðir og meiddir, mat sinn úr tröllsins klóm. Vá, já, það hafði verið dimmt yfir. En við þessa fyrstu útvarpsútsendingu kviknaði lítið ljós. Rétt eins og á rauðum og hvítum vita sem sendir geisla sína til þeirra sem mara í myrkrinu. Og útsendingin náði alla leið á haf út til sjómanna að störfum sem heyrðu hlý orðin og tóku þau að hjarta sér. Sjáu þið þetta ekki fyrir ykkur? Ljósið sem kviknar í hjartanu og þessi saga ber svo fallega vitni kærleiksverk. Ég hef mikið velt atburðum eins og þessum fyrir mér upp á síðkastið. Örugglega til þess að róa svolítið spenntar taugarnar og minna mig á hversu mikils við megnu hvert og eitt okkar þegar við leyfum ljósi okkar að skína. Það nefnilega auðvelt að týna sér í öfugsnúnum heimi og gleyma því hvers virði við sem manneskjur. Hvað þá þegar við tökum höndum saman og allt í einu verður ein manneskja að nokkrum samankomnum og nokkrar samankomnar að stórri hreyfingu fólks sem getur breytt heiminum.
Þær eru margar óhuggulegar fréttirnar sem okkur berast þessi misserin sem ger okkur óörugg, hrædd og kvíðin. Hvað er að gerast? Og hvernig í veröldinni eigum við að takast á við heim þar sem yfirgangur og ofbeldi eiga sér ótal birtingarmyndir og stríð og hörmungar eru daglegt brauð. Veröldin sem birtist okkur svolítið eins og hafið í mögnuðum andstæðum sínum. Stórbrotin veröldin sem eina stundina er seiðandi og lygn en aðra úfin og ólgandi, jafnvel öskrandi. Veröld sem er bæði uppspretta hinnar dásamlegustu hamingju og gleði en líka hinnar mestu sorgar og þjáningar. Það skiptir máli hvað ein manneskja gerir. Það skiptir máli hvað ein lítil þjóð gerir. Það skiptir máli hvað ein lítil þjóð gerir, burt séð frá því að heiminn byggi 8,3 billjónir manneskja. Og það er eitt af merkilegasta sem Kristur kenndi vinum sínum, að hvert og eitt okkar skipti máli. Og hjálpi mér hvað það er mikilvægt að muna þetta, ekki síst á tímum eins og þeim sem við lifum núna. Það er eðlilegt að verða hrædd frammi fyrir öskrandi hafi, rétt eins og það er eðlilegt að verða hrædd frammi fyrir öskrandi heimi. Lærisveinarnir í Guðspjallinu sem við heyrðum áðan urðu logandi hræddir. Þeir urðu logandi hræddir líf sitt þegar þeir voru staddir á báti á miðju vatni með Krist innanborðs, sofandi, meðan öldurnar gengu við bátinn og ætluðu þá lifandi að éta. Jesús varð hissa þegar þeir vöktu hann. Hafið þið enga trú? Spurði hann lærisveinana og hastaði svo á vindinn og vatnið og allt datt í dúnalogn í kringum þá. Innra með þeim ólgaði þó enn ótti. Hvaða maður er þetta sem hastar á veður og vinda og umhverfið hlýðir? Þegar við köfum dýpra í þessa sögu, hvað er það þá sem Kristur hastar á? Jú, hann hastar á veðrið innra með okkur, hann hastar á óttan og sjálfur er hann fullkomlega rólegur. Það er ekkert að óttast. Það er ekkert að óttast af því að hann veit hversu mikils við erum megnug. Ég ímynda mér að Jesús hafi sagt við vini sína að þeir þyrftu ekki að óttast, óttinn hefði lamandi áhrif á þá og gerði engum gagn. Þeir eru að trúa því að þeir kæmust í gegnum ólgandi tilfinningarnar og rótið, því fyrir tilstillan trúarinnar kæmust þeir áfram í átt að betri tímum. Trúin á hið góða, trúin á kærleikan og ljósið. Það er engin tilviljun að það er kærleikurinn sem er mestur. Það gerir engum gagn að bjóða óttanum að búa innra með sér. Því miður er fullt af hræddu fólki í heiminum í dag. Hræddu fólki sem leyfir óttanum að ráða för á kostnað kærleikans. Í óttanum búa fordómarnir og í fordómunum þrífst virðingarleysið sem reynist okkur svo erfitt viðureignar. Það er erfitt að fylgjast með, meira að segja sumum af æðstu stjórnendum þessa heims, stjórnast af ótta. Við höfum séð þetta áður og það hefur smitandi áhrif. En við skulum ekki gleyma því að kærleikurinn er líka smitandi. Þegar ein manneskja brosir við annari sem brosir á móti og snýr sér svo að næstu mannesku, ennþá með pínulítið bros, þið skiljið hvert ég er að fara, þetta er engin geimvísindi. En málið er að mitt í öllu því skelfilega sem gerist í heiminum, þá sjáum við líka svo lítið fallegt. Út allt rís fólk upp í kærleika og samhug og gerir það sem það getur, sama hversu lítið það er, og sýnir að því sé ekki sama. Í gær sá ég frétt rúmlega 200 presta úr ýmsum kirkjudeildum sem fjölmenntu í Minneapolis til að mótmæla skelfilegum aðgerðum ICE
síðastliðnar vikur. Þar mættu þeir í 25 gráðu frosti í hlýjustu fötunum sínum, í úlpum og með húfur og með stólurnar, þetta hér, yfir úlpunum sínum og sungu meðal annars sálma fyrir utan bækistöðvarnar. Sumum kann að finnast það lítið og máttlaust, en það er það ekki. Það sýnir samstöðu og kjark og kærleika. Og það sem meira er, það gefur von. Það gefur von, endurvarpar því sem að Kristur sagði við lærisveina sína, hastar á óttan, hastar á hatrið. Það er von, því það besta sem Guð gaf er nýr dagur. Uppáhaldsmyndin mín af Guði sýnir Guð sem hænu. Það eru til margar myndir af Guði, alls konar myndir af Guði, ljón og ég veit ekki hvað og hvað, en uppáhaldsmyndin mín er hæna. Hænan sem breiðir út vængi sína og umvefur unga sína með hlýju sinni og mildi. Pínu litlir, ólíkir ungar í öruggum faðmi móður sinnar, móður vor. Hversu falleg mynd er það, við öll manneskjur heimsins sameinaðar í öruggum faðmi Guðs. Einhvers staðar heyrði ég sagt að við ættum ekki að lifa í skuggareynslu, heldur í ljósi reynslu. Látum reynsluna lýsa veginn fram á við í átt að kærleiksríkari heimi. Dýr sé Guði sem gefur okkur von og blæs okkur hugrekki í brjóst til að breiða út kærleikan sem er alltaf, alltaf mestur. Amen.
Við ætlum að biðja saman og okkur getur þótt gott að draga andan svolítið djúpt. Og sumum finnst gott að loka augum og lúta höfði og spenna greipar eða jafnvel leggja hönd á hjarta. Elskandi Guð, á þessum minningardegi felum við sjómennina og þá sem starfa á hafi úti í þína vernd og biðjum þig að fylgja þeim á ferðum þeirra, vaka yfir þeim í hættum og erfiðleikum, bjarga úr öllum háska og leiða þá heila heim til hafnar. Við minnumst þeirra sem hafa látist við störf sín á hafi úti. Blessa þau sem hlutu hina votu gröf og hugga ástvinni þeirra alla. Við þökkum fyrir allt það sem slysavarnir og björgunarsveitir vinna í þágu öryggis til sjós og lands. Við biðjum fyrir þeim sem eru að takast á við veikindi og missi. Leyf þeim að finna nálægð þína, gef þeim kjark í erfiðum aðstæðum og líkn í sorg. Við felum allt það sem hvílir á okkur í þínar hendur, góði Guð, það sem er þungt að bera í lífi okkar, það sem veldur kvíða og áhyggjum. Hjálp okkur að láta hverjum degi nægja sína þjáningu og að grípa augnablikin sem næra okkur og styrkja. Við þökkum þér, góði Guð, fyrir hæfileikan og getuna að elska og gleðjast og vera þakklátt. Hjálpa okkur að þekkja tilfinningar okkar, bæði gleði okkar og vanlíðan. Við þökkum að þinn mjúki og hlýi og sterki faðmur umvefur okkur alltaf. Og við biðjum bænina sem að Jesús kenndi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Meðtakið drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Kæru kirkjugestir, ykkur velkomin að staldra við hér og eftir og skoða hér útvarpstæki 100 ára gömul sem og hljóðneman sem var notaður við fyrstu útvarpsútsendinguna hér í kirkjun á sínum tíma og hann Sigurður Harðarson ætlar að segja okkur örlítið frá þessu. Kæru vinir nær og fjær, við þökkum ykkur fyrir að taka þátt í þessari sjómannamessu í janúar. Þegar við höfum minnst þess á svona fallegan hátt að 100 ár eru liðin frá fyrstu útvarpsmessu á Íslandi. Viljum þakka öllum sem tóku þátt og lögðu sitt að mörkum, yndislega kórnum okkar og tónlistarfólkinu, ykkur öllum sem fylgduð fríkirkjuna í Hafnarfirði í dag og ykkur öll sem hlýðið á í gegnum útvarpið. Megi kærleikans Guð vera með ykkur öllum, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Stolt siglir fleiri, stór
Þetta er hljóðneiminn sem var notaður hérna í kirkjunni hérna og síðan áfram í stúdíóinu eða hljóðstofunni hjá Otto, HF útvarpi, og hann hefur bara varðveist þó eftir að stöðin hætti útsendingu þá lenti hann bara upp á hillu á radíóverkstæðinu Óðinsgötu og þar þvældist hann fram og tilbaka en var alltaf geymdur. Og hann var að segja það Sveinn sem að sá eiginlega að varðvita að hann hefði verið svo þungur að menn eiginlega veigruðu við að vera að flækjast með hann hingað og þangað. Siggi, segja okkur aðeins svo til þessara messu. Hvernig kom það til að þú og þið félagar stóðu fyrir? Sko, þegar við fórum að bjarga útvarpstækjunum ofan af Vatnsenda, þá aðalega byrjaði þar kannski, áður en húsið var rifið, að þá hérna fórum við upp þessi, sko við þekkjum þessa sögur náttúrulega og þá áttaði ég mig á því að það veit ekki allir þennan dag, þessi 100 ár og sérstaklega að við skildum byrja að senda út útvarpsdagskrá bara örstutt eftir stóru þjóðirnar. Sko. Það er það merkilega við það, finnst mér. Og það að einn maður skuli hafa velt boltanum á stað. Stórkostlegt, og þetta var flott messa og hvað er svo framundan? Framundan er náttúrulega, við ætlum að halda upp á þegar stöðin fór opinberlega í loftið eða formlega í loftið. Það var 18. mars og þá verður sýning í Loftskeytastöðinni þar sem að sendir var hýstur og síðan fer þetta bara á Skógarsöfn og verður þar.